Hæ, þetta er Guðmundur Kristjánsson, markaðsaðili hjá World Ventures á Íslandi. Ég ákvað að setja þessa þjálfun saman til að bjóða þér velkomin í teymið og sýna þér nákvæmlega hvernig þú átt að þéna alla peningana þína tilbaka á næstu 10 dögum með að skrá þína fyrstu 6 meðlimi. Og sjáðu til þess að þú sett með blað og penna við hendina til að taka glósur því þú vilt sennilega hlusta á þetta nokkrum sinnum. Því ég mun kenna ykkur hvað ég hef lært á síðustu 2 árum í þessum viðskiptum og hvernig ég hef byggt teymi sem telur hundruð einstaklinga. Og það mun vera hluti af ykkur sem mun fara í gegnum þessa þjálfun og ef þú gerir nákvæmlega eins og ég kenni ykkur þá mun það ekki bara hjálpa þér að þéna alla peningana þína tilbaka á næstu 10 dögum, heldur getur það líka gert þér fjárhagslega frjálsan. Og vinsalast gerðu grein fyrir þessu strax, það sem þú ferð út úr þessu viðskiptum er það sem þú leggur í viðskiptin. Þú getur lesið okkar tekjuyfirlýsingu á þinni .biz síðu og þar sérðu að 20-80 reglan á við hér eins og í flestu öllu í lífinu. Cirka 23% okkar markaðsaðila hafa tekjur, meðan cirka 77% hafa það ekki. Það er engin trygging fyrir því að þú munir hafa tekjur. Og þín velgengni er algjörlega byggð á þínu dugnaði og vilja til að fara eftir kerfinu, sem er margsanna til árangurs og ekki að fara að reyna að finna upp hjólið sjálfur. En byrjum á byrjuninni, það sem verið mér skemmtilegasta, mest sexy og staðista iðnaði heims, þá er nauðsynlegt að þú hafir gaman. Því meira gaman sem þú hefur af þessum viðskiptum, því fleira fólk mun laðast að þér og lifða eftir mottói fyrirtækisins, sem er making a living, living. Höfum þetta skemmtilegt. En förum nú í skref 1. Ég komst að því að þetta atriði er það sem einkennir alla tekjuhæstu leiðtogana í okkar fyrirtæki að vera inn. En hvað þýðir að vera inn? Það er að þú gerir þér grein fyrir hvað þú hefur í höndunum. Ég vissi innra með mér að þetta fyrirtæki ætti eftir að verða $milljarða fyrirtæki með eða án mín, alveg eins og Amway, Herbalife, Mary Kay, Nuskin, Avon og öll hin $milljarða fyrirtækin í okkar iðnaði sem hafa farið að skapað ótrúlegan fjölda milljónamærgum, þá vissi ég að World Ventures ætti eftir að gera nákvæmlega það sama. Ég vissi þá alveg eins og ég veit núna að World Ventures á eftir að verða þekkt nafn á öllum heimilum landsins. Og hver einasta manneskja í mínu lífi ætti eftir að heyra af þessu fyrirtæki. Og vegna þess að ég áttaði mig á því þegar ég byrjaði og ákvað að grípa til mikilla aðgerða og með því að fylgja þessu kerfi sem ég er að sýna ykkur núna, hef ég persónulega skráðað meðaltali 2-3 aðila á mánuði, en síðustu 2 ár hefur það vaxið í 100 meðlima í okkar teymi. Og vegna þess er líf okkar í dag gjörbreytt. Síðastliðin 2 ár hefur við ferðast meira heldur en 10 árin þar á undan. Við höfum farið til Suður Frakklands, við vorum í Nice, við höfum farið til Ítalíu, við fórum til Milano, við fórum til Pisa, við fórum til Portofino, við fórum til Santa Margarita, við fórum til Flórens, við höfum farið til London, við höfum farið til Kaupmannahafnar, við höfum farið til Amsterdam og það er fullt af fleiri ferðum í farvatninu. En það sem þetta hefur aðalega gert fyrir okkur er að gefa okkur tímafrelsi til að geta notið með börnunum okkar og gert meira og lifa lífinu rauninu á okkar forsendum. Og þá kem ég að skrefi 2, fyndu þinn tilgang fyrir því að stunda þessi viðskipti. Fyndu þinn markmið sem hvetur þig upp að því marki að velgengni í þessu viðskiptum sé ekki val, heldur alger nauðsyn. Fyrir mér var það að geta búið til aðstæður þar sem ég geti veitt börnunum mínu fjárhagslegt öryggi til æviloka og búið mér til allan þann tíma til að geta notið með þeim og ferðast heiminn. Fyndu þinn tilgang sem hvetur þig til að grípa til aðgerða og gera það sem þarf til að það geti orðið að raunveruleika fyrir þig. Skrifaði niður topp 20 nafnalista yfir það fólk sem þú hefur nánustu tengslin við, það fólk sem þú myndi vilja ferðast heiminn með. Athugið, ég sagði ekki búðu til lista yfir þá 20 aðila sem þú heldur að gangi í World Ventures. Eftir að hafa byggt þessi viðskipti í cirka 2 ár, treystu mér því að segi að í mörgum tilfellum er að fólkið sem þú heldur að muni gangi í World Ventures mun ekki gera það og að fólkið sem þú heldur að muni ekki ganga í World Ventures mun gera það. Einn stærstu mistök sem fólk gerir er að fyrirfram ákveða hverjir muni hafa áhuga og hverjir ekki. Alls ekki reyna að vera miðill. Þitt hlutverk er ekki að reyna að sannfæra fólk með að ganga í World Ventures. Ég endurtek, þitt hlutverk er ekki að reyna að sannfæra fólk með að ganga í World Ventures. Þitt hlutverk er einfallega þetta. Sýndu fólki hvað þú ert að gera og láttu þau skilja það. Og það er það eina. Hérna er reglan og ef þú fylgir þessari reglu, þá mun það leiða þig að mikilli velgengni. Atvinnumenn sortera, viðvæningar selja.
Ég trúi því að það séu tvær tegundir af fólki í lífinu. Það eru kjúklingar og það eru ernir. Kjúklingar munu halda áfram að vera kjúklingar sama hvað þú segir eða gerir. Þeir eiga eftir að halda áfram að kvarta yfir vinnunni sinni, yfir lífinu sínu, talandum eiga aldrei peninga, aldrei neitt gott komin í þeirra líf og fleira og fleira og fleira. Og þegar uppi staðið munu þeir hafa að lifa lífið sínu eins og flestir gera, fullu af eftirsjá. Svo höfum við ernina. Ernirnir eru ekki sáttur við að bara rétt komast af. Ernirnir sætta sig ekki við að setja bara í stað. Ernirnir eru staðfastir að hafa meiri skemmtun, meira frelsi og meiri lífsfyllingu í sitt líf. Og hérna er málið. Ernirnir munu gera eitthvað í því. Til að ná hæsta stigi í World Ventures sem að meðaltali gefur yfir 60 milljónir í árstekjur, hérna er það sem þú þarft að gera og því hraðar sem þú gerir það, því fyrr mun það verða að veruleika. Og þetta er algjört lykilatriði, þannig að vertu viss að þú skrifir það niður. Sortera í gegnum kjúklingana til að finna ernina. Ok, skref 4, boðun. Hérna eru nokkra reglur boðun. Því minna sem þú segir í boðuninni, því meira muntu græða. Ef þú reynir að útskýra þetta í síma, þá gengur fólk nánast aldrei í World Ventures því það mun fyrirfram dæma World Ventures áður en það sér kynninguna. Boðunarsímtal ætti aldrei að taka meira en 45 sekúndur max og þótt þú sért alveg ótrúleg sölumanneskja og getur gefið bestu útskýringu í heimi í gegnum síman, þá er samt mjög ólíklegt að þau gangi til liðs við þig því þau halda að þau þurfa að kunna það nákvæmlega sama. Sjáðu til, okkar kerfi virkar því við höfum kerfi sem leyfir okkur að leiða fólk að upplýsingum sem svo sér að selja fyrir okkur. 95% af fólki í heiminum líkar ekki við að selja, þannig ef þú ert að reyna að sannfæra þína væntanlegu einstaklingum að ganga til liðs við, þá muntu ekki njóta velgengni. Mín regla er þessi, ekki segja þeim neitt viðskiptin fyrir þau geta séð alla kynninguna. Næst, ef þú sendir þeim tölvupóst með kynningu, ef þú sendir þeim kynningu á Facebook eða setur upplýsingar á Facebook vegginn þinn, þá mun fólk ekki ganga til liðs við þig. Þannig að treystu mér, ekki gera það. Fólk þarf að vita að þetta séu alvöru viðskipti og að þér sé alvara með þeim. Að senda tölvupósta eða dreifa linkum á kynninguna gefur alls ekki til kynna að þér sé alvara. Ok, næst. Ef þú lætur fólk hafa link til dæmis í símtali til að horfa á sjálft eða gefur þeim DFT-disk til að horfa á sjálft, þá eru mjög litla líkur að fólk gangi til liðs við þig. Þannig til að þú fáir árangur, sett upp tíma með viðkomandi í eigin persónu eða með símtali til að hitta þig og horfa á kynninguna með þér. Þannig að hvað myndir þú segja ef þú værir að hringja í einhvern? Leið mér að segja þér hvað virkar allavega hjá mér. Hæ Jói, þetta er Gummi hérna. Herðu, ég er á smá hraðferð. Hvenær getur fengið lánaða cirka 30 mínútur hér? Málið er að ég er að vinna ótrúlega spennandi hugmynd sem ég myndi vel að bera þess undir þig. Ef viðkomandi spyr hvað er þetta, mundu þá þennan frasa. Veistu Jói, ég vildi gæti útskýrta en það væri svo að gefa þig klippingu í gegnum síman. Það er útilokað. Og ég gæti líka sagt, Jói, veistu þetta er 90% sjónrænt en þetta tekur ekki meiri 30 mínútur. Hvenær geti boðið kaffi á næstu dögum? Önnur aðferðafræði sem virka vel er að senda þeim SMS. Ef það er aðferðin sem þú notar í samskipti við fólk, sendu að viðkomandi SMS. Þú gæti til dæmis sendt eitthvað eins og Hæ Jói, kaffi í vikunni, spurningamerki. Nú, hvað gerum við þegar við fáum SMS? Venjulega svörum við. Þannig að viðkomandi myndi senda tilbaka, já ég er til í það, þá getur þú sendt tilbaka og komið hugmyndatíma og sagt til dæmis hvernig væri á morgun klukka 4 á einhverju X kaffihúsi. Ef viðkomandi segir, já ég er til í það, þá getur þú sendt tilbaka frábært, hlakka til að hitta á morgun, ég er með svolítið spennandi gangi sem ég ætla að segja frá. Og svo bara búið. En ef ég vildi hitta viðkomandi núna, þá geti ég sagt til dæmis Hæ Jói, hvað er þetta að gera núna? Spurningamerki. Ef hann er laus og sendir tilbaka, þá getur þú sagt, ok, frábært, ég kíki tíðin, ég er svolítið spennandi sem þú þarft að sjá. Þannig að þú bókar tíman og ferð og hittar hann strax og þú einfallega sýnir honum vídeóið. Ef þau búa langt í burtu, þá getur þú annars vegar sendt SMS og sagt til dæmis, Hæ Jói, hvenær getur þú verið fyrir fram að 12 í cirka 20 mínútur? Spurningamerki. Eða hringt í þau og spurt, Hæ Jói, þetta er Gummi hérna, hvenær getur þú verið fyrir fram að 12 í cirka 20 mínútur? Þegar viðkomandi gefur þér tíma, þá hringir þú svo tilbaka á þeim tíma
og á þeim tímapunkti lætur þú viðkomandi hafa linkinn á kynninguna, ekki fyrr. Það sem þú vilt gera, þú vilt festa tíma með viðkomandi en ekki bara láta viðkomandi hafa linkinn til að horfa á hann sjálfur, vegna þess að við vitum í flestum tilfellum ef þú lætur viðkomandi bara hafa linkinn þá kemur fólk sér aldrei í að horfa á hann. Þannig að festu með þeim tíma og hringdu á þeim tímapunkti og gefðu linkinn með að þú ert enn í símanum. Ef þú ert að bjóða þeim á stærri kynningafund eða heimapartí sem á fyrirfram ákveðnum tíma, þá viltu nota 4 skrefa boðunina og hún svona: skref 1, vera á hraðferð, skref 2, fá tíman, skref 3, bjóða, með hugmynd sem ég þarf að sýna þér, og skref 4, staðfesta stað og stund eða bjóðast til að sækja viðkomandi. Og það myndi hljóma eitthvað niður svona: hæ Jói, þetta Gummi hérna, ég á smá hraðferð og hef ekki mikinn tíma núna, en hvað ertu að gera í kvöld klukkan 8? Ef viðkomandi upptekinn, þá endar þú símtalið án þess að segja þeim neitt og segist bara að hringja seinna. Bara, heyrðu, ekkert mál, Jói, ég heyri bara í þér seinna. Málið að við spilum til að vinna. Ef við getum ekki unnið, þá spilum við ekki. Verstu mistökin sem þú gerir að reyna að fá annan tíma því það lætur þig hljóma örvæntingafullan. En ef Jói laus, þá förum við áfram í skref 3. Frábært, heyrðu, ég að vinna rosalega spennandi hugmynd og það myndi skipta mig miklu máli ef þú gæti skoða hjá mér. Það tekur cirka 90 mínútur, hvernig væri ég til sækja þig 7:30. Eða þú getur sagt þeim að hitta þig á staðnum. En málið að við vitum að viðkomandi mun spyrja þig hvað þetta sé, þannig ég vill að þú munið það sem ég kenndi ykkur fyrr. Jói, ég vildi geta útskýrta en það væri svo að reyna að gefa þig klippingu í gegnum síman. Það útilokað. Eða þú getur sagt: heyrðu, hafðu ekki áhyggjur, ég ekki að reyna að fá þig til að kaupa neitt, það bara skiptir mig rosalega miklu máli að þú sjáir hvað ég að vinna að. Getur þú mætt klukkan 8? Ef þú halda áfram að pressa á að þú segir þeim eitthvað, þá getur þú alltaf nota það sem þú sagðir upphafi, að þú sért á hraðferð og getur ekki farið út í það núna. Eða þú getur sagt: Jói, ég hef þekkt þig mjög lengi, ekki satt? Hef ég nægilegan trúverðuleika hjá þér til að fá lánaða 90 mínútur af þínum tíma? Og ef svar við því eitthvað annað en já, þá legg ég til að þú eyðir þeirra númer einfaldlega úr símanum. Í boðuninni að þetta sé áreiðandi og spennandi og að þú gerir þig grein fyrir að þitt hlutverk sé ekki að sannfæra þau að ganga til liðs við okkur, heldur eingöngu sýna hvað þú ert að gera. Ef þú vilt skrá þína fyrstu 6 aðila á næstu 10 dögum, þá skalt þú sýna þínum topp 20 aðilum eins hratt og hægt En það næsta sem ég ætla að tala við hvað þú átt að segja áður en viðkomandi sér kynninguna eða vídeó. Og þetta eru 5 skref. Skref 1, deildu þínum tilgangi. Skref 2, þetta stórt og þú ert allur inn. Skref 3, skiptir mig ekki máli hvað þér finnst. Skref 4, viltu gefa þér tækifæri að sjá þetta. Og skref 5, upphefðu kynnirinn eða myndbandið. Þannig að þetta gæti hljómað einhvern veginn svona: Jói, ég met mikils að þú hefur ákveðið að hitta mig. Eins og kannski veist, þá hef ég verið að vinna í fasteignabrasanum síðastliðin 8 ár og hef haft það alveg ágætt, en ég hef verið að vinna 50-60 tíma á viku sem var virkilega farið að taka sinn toll á mér og ég áttaði mig á, ef ég heldi þessu áfram, þá myndi ég rauninni bara missa af uppeldi strákana mína og ég var ekki tilbúin til þess og einfaldlega aldrei geta slakað á að noti lífsins. En sem betur fer, núna bara fyrir stuttu, rakst ég á ótrúlega viðskiptahugmynd sem stærsta hugmynd sem ég hef séð og ég allur inn. Ég ætla að sýna þér stutt vídeo og ég held að þú munir sjá stóru myndina og verða mjög spenntur yfir þessu, en það skiptir mig ekki máli ef þetta ekki fyrir þig. Ég vildi bara gefa þér tækifæri á að sjá þetta. Ef þú ert til dæmis að sýna vídeóið mitt, þá gætur þú sagt að aðilinn sem að tala á þessu myndbandi sé góðu vinuðinn sem búi í Kópavogi, að þú sért að vinna með honum beint og hann sé einn af stærstu leiðtogum á Íslandi í World Ventures, hjálpandi mikið að fólki að byggja þessi viðskipti og kolli. Svo sýnir þú viðkomandi bara vídeóið. Eftir vídeóið eða kynninguna segir þú einfaldlega: spennandi ekki satt, hvað líkaði þér best? Þú getur líka sagt: vá, þetta var spennandi ekki satt, hvað líkaði þér best? Að geta ferðast, að búa til tekjur eða bæði. Eftir að viðkomandi segir þér hvað honum líkar best, segðu þá: frábært, ertu með einhverja spurningar, ertu tilbúin að hefjast handa? Og hlusti nú vel. Aðal ástæðan fyrir því að fólk gengur ekki í World Ventures vegna þess að það ekki spurt.
Þannig að þú verður að spyrja. Þetta er annarkvort eða spurning. Þú ert að veita honum 2 valmöguleika og oftast velur fólk annan. Ertu með einhverjar spurningar eða ertu tilbúin að hefjast handa? Það mikilvægasta sem þú gerir eftir vídeóið er að vera númer 1, vera spenntur og númer 2, spurja viðkomandi hvort þú séu tilbúin að hefjast handa. Þú vilt gera ráð fyrir að allir sem sjá þetta verði spenntir eins og þú og vilji gangi teimi með okkur, en augljóslega mun það ekki gerast. En því spenntari sem þú ert og því meira sem þú gengur út frá viðkomandi skrái sig, því líklegra er að hann muni skrá sig. Ef svarið þeirra er eitthvað annað en já, skráðu mig inn, þá vilt þú kynna viðkomandi fyrir upplifun þinni með 3 manna símtali. Þannig ef viðkomandi aðili er með spurningu, frekar en að þú svarinni, þá getur þú sýnt þann stuðning sem er til staðar og sagt til dæmis, veistu, þetta er frábær spurning, býta aðeins, ég ætla að kynna þig fyrir viðskiptafélag mínum, honum Bjössa, og svo hringir þú til dæmis í Bjössa. Að fá utanaðkomandi sérfræðing til að tala við þitt fólk mun klárlega auka skráningarhlutfallið þitt og ef mögulegt er, fá þau sem oftast einhvern úr þinni upplínu með þér að hitta vini þína. Þannig að vini þínu sjá að þetta er starra en bara þú, þannig sjá þau stuðningin einnig sem er til staðar. Ok, næst. Tengslin sem þú hefur við vini þína byggjast á trausti en ekki endilega á virðingu og trúverðuleika kemur að einhvers konar viðskiptum. Kannski ertu ekki með neitt bakgrunn í viðskiptum eða hvað þá network marketing, þannig að tengslin sem þú munt skapa á milli vina þíns og þinnar upplínu snúast trúverðuleika. Taktu eftir að ég sagði að þú munir skapa þessi tengsl. Ef þú skapar ekki þessi tengsl milli vina þíns og þinnar upplínu varandi trúverðuleika, þá hefur vinuðin enga ástæðu til að hlusta á þína upplínu. Ég hef haldið hundruði 1 á 1 fundi og 2 á 1 fundi og 3 manna símtöl og ég get sagt á nokkurs vafa því betur sem þú stendur þig í því að upphefja þína upplínu sem sérfræðing því hærra mun skráningarhlutfall þitt verða. Þannig þegar þið sitjið saman eða kannski ert að kynna vin þinn fyrir þinni upplínu í síma og myndið til dæmis segja, mér langar að kynna þig fyrir honum Bjössa. Bjössi er einn af stærstu leiðtólum á Íslandi, hann er með mikla reynslu, hann er búin að byggja gríðarlega stórt heim og er að hjálpa rosalega mikið af fólki. Og svo myndu líka segja eitthvað jákvætt í símtalinu við vinðinn, eitthvað jákvætt sem þér finnst hann og svo skaltu taka limband og límuðu munninaður og algjörlega þegja og láttu Bjössa taka við og Bjössi mun tala við þinn gest eða þinn vin og deila sinni sín og hvað við erum að gera. Í hvert skipti sem þú truflar Bjössa eða grípur fram í fyrir, þá dregur þú úr sérfræði kunnáttu hans gagnvart vinuðinum og vinuðin mun klárlega ekki upplifa hans sem sérfræðing. Það er engin trygging en byggt á meðaltali okkar viðskiptum. Ef þú fylgir kerfinu og sýnir þínum topp 20 á næstu 10 dögum, sem aðeins 2 á dag, ætti þú að skrá þína fyrstu 6 meðlimi og það mun afla þér sirka 50.000 krónum í peningum og sirka 35.000 krónur í Dreamtrips punktum. Búin að fá öll mánaðargjöldin felld niður og þú ert komin í sirka 45.000 krónar hagnað með öllu. En ef þú vilt búa til fullt starf út úr þessu viðskiptum og vera fjárhagslega frjáls, ef þú ert alveg rosalega ákveðin og vilt virkilega keyra á þetta, einfaldlega bættu þá við 0. Farðu út og sýndu sirka 200 manns eins hratt og þú getur og það, vinur minn, er formúlan á því að sprengja út velgengni og tekjur með World Ventures. Og hafið í huga að þetta eru skemmtileg viðskipti og einföld viðskipti. Einbeittu þér að því að skemmta þér vel að með að þú stundar World Ventures og alls ekki reyna að enduruppgötva hjólið með því að ætla að gera þetta á þinn hátt. Ef þú heldur þig við kerfið þá getur þú notið mikill af velgengni með okkur. Minn aðal tilgangur með því að setja þessa þjálfun saman er sá að ég vill að þú sigri stórt hérna með okkur. Og ef þér er alvara að sigra stórt með okkur, alls ekki sleppa því sem ég er að fara að segja næst. Það sem ég trúa muni verða þinn allra mikilvægasti þáttur fyrir þinni langtíma velgengni með World Ventures er að mæta á okkar þjálfunar viðburði. Og í network marketing iðnaðinum erum við með án vafa þá allra bestu þjálfunar viðburði í heiminum. Ekkert annað fyrirtæki kemst nálægt okkur. Það hefur verið tölfræðilega sannað að markaðsaðilar sem mæta á viðburði þéna að minnstakosti 10 sinnum meira heldur en þeir sem mæta ekki. Og hvað það þýðir fyrir þig
ef þú mætir ekki á viðburði er að þú munt þéna minnstakosti 10 sinnum minna heldur þeir sem mæta. World Ventures er með 2 tegundir af viðburðum, regional training viðburði sem eru haldnir reglulega í hverju landi fyrir sig og svo það major national viðburðir sem eru alþjóðlegir viðburðir sem eru 4 stórir viðburðir á ári. Svo höldum við eitthvað sem heitir Super Saturday viðburðir og þeir eru á sirka 4 vikna fresti haldnir af leiðtogum á Íslandi. Og það er mjög mikilvægt að þú mætir á næsta viðburð. Treystu mér þegar ég segi að þú vilt bóka þig strax á næsta viðburð. Ekki hika með það, bóka þig á næsta viðburð strax og ef þú ert ekki vissum hvar eða hvenær næsti viðburður er, hafðu þá sambandi þín á upplýnu. Þessi viðburðir eru haldnir af tekjuhæstu leiðtogum í World Ventures í heiminum sem munu sýna þér nákvæmlega hvernig þeim tókst að byggja upp fjárhagslegt frelsi með World Ventures. Til að skrá þig á næsta viðburð farðu inn á events.worldventures.com og svo loggað þú þig inn efst í hægra horninu. Nú, á 4 mánaða fresti höldum við okkar stóru alþjóðlegu viðburði sem er allt frá 5 til 15.000 manns fyllandi upp tónleikahallir og íþróttaleikvanga og þeir eru ætlaðir þeim sem ætla að vera í topp 10 til 20% af tekjuhæstu markaðsaðilum World Ventures í heiminum í dag. Og þar munt þú heyra sögur og aðferði frá allra reyndustu leiðtogum fyrirtækisins og hvernig þeir bjuggu sér til tekjur sem telja samtals í 20 milljónir króna á ári. Í sirka janúar, febrúar er Momentum ráðstefnan. Nú í apríl er United Alheims ráðstefnan sem er okkar stærsta ráðstefna á hverju ári við 10.000 mann sem mæta og trúðu mér, þú vilt bóka þig á næstu United ráðstefnu. Nú í júni, júli sirka erum við með Millionaire Bootcamp ráðstefnuna og loks í október, nóvember erum við með The View from the Edge ráðstefnuna sem er okkar áhrifamesta ráðstefna varðandi að byggja upp þitt sjálfstraust og trú á World Ventures. Og ef þú ert að leita lyklinum sem mun leysa úr læðingi þá velgengni sem þú veist að býr innra með þér, þá munu þessir viðburðir á nokkurs vafa byggja upp þá trú og sjálfstraust sem þú þarft til að brjótast í gegnum hvað sem það er sem heldur aftur þær. Og allir stóru leiðtogarnir geta sagt þér að þessi viðburðir voru viðsnúningur hjá þeim, eitthvað sem lærðu eða upplifðu. Hjá mér var það persónulega The View ráðstefnan sem ég sá og upplifði að þetta fyrirtæki væri að hjálpa svo mörgum að lifa betra lífi og World Ventures ætti eftir að verða næsta Apple eða Microsoft í ferðaiðnaði. Og það er raun hræðir mig að hugsa til þess hvernig líf mitt væri í dag hefði ég ekki farið á þann viðburð. Því það var á þeim viðburði sem ég hafði náð litlum sem engum árangri með World Ventures og hafði ekki mikla trú að þetta væri eitthvað fyrir mig. En sá viðburður breytti mínu hugafari algjörlega og gerði það að verkum að ég gat farið á margfalda árangum minn hratt og trúði á það sem ég var í raun að gera. En að sjálfsögðu er kostnaður að ferðast og að fara á þessa viðburði. Ég get lofað ykkur því að kostnaðurinn er svo lítill í samanburði við hvað þú munt upplifa þegar þú loksins ferð. Og oft hef ég ýtt fólki að fara þrátt fyrir að viðkomandi hafi ekki átt peningana til þess, en eftir viðburðin hafa þeir verið mér svo þakkláttir fyrir að hafa pressað á það því þeir gerðu sér þá grein fyrir af hverju þeir hefðu annars mist. Og vegna þess að hver og einn af þessum viðburðum er bara einu svona ári, þannig þeir sem fara eru heilu ári og undan þeim sem fara ekki. Sem þýðir einfaldlega, ef þú ferð ekki, þá ert þú heilu ári og eftir þeim sem fara. Og formúlan fyrir því að byggja fyrirtæki sem er í dag með cirka 500.000 meðlim út allan heim er einfaldlega að fara á þessa viðburði sjálfur og fá þína meðlimi með þér. Þetta snýst ekki hversu góður þú ert í að þjálfa fólkið þitt, heldur einfaldlega að fá þeim með okkur á viðburðina og láta alla bestu þjálfara heim sem eru þarna að þjálfa, sjáum að þjálfa fólkið fyrir okkur. Til að gefa þér smá hugmyndum hvers slags stemningu og spennu þú munt upplifa, horfðu þá á þetta myndbrot frá okkar síðustu The View ráðstefnu. Svona lítur The View út! Út af þeim að skóla missa á! Þetta er það best! Þú munt algjörlega þakka mér fyrir að hafa fengið til að fara og upplifa þessa viðburði og kynnast menninguna bak við World Ventures. Þannig að gerðu það fyrir sjálfa þig og taktu stökkið og trúðu því sem ég segi. Treystu mér þegar ég segi að þinn árangur skiptir mig máli og bókaðu þig á næsta viðburð hjá World Ventures.
Og þannig lýkur þessari þjálfun. Kerfið sem ég hef lagt upp fyrir ykkur, skref fyrir skref, nákvæmlega sama kerfi og hefur hjálpað þúsundum einstaklinga allan heim að skapa sinn drauma lífstíl. Þetta kerfi margsannað og hefur hjálpað leiðtogum að byggja árstekjur sem telja tugum milljóna á ári og að byggja teymi sem telja tugþúsundir einstaklinga í yfir 25 löndum. Mitt ráð til þín að hlusta á þessa þjálfun aftur og aftur þangað til þú þekkir hann eins og þitt eigið handarbak, því æfing og endurtekning skapar meistarann. Og ef þú vilt fullkomna listina í að verða leiðtogi í World Ventures, þá skaltu fullkomna aðferðafræðina í að komast þangað. Þegar ég byrjaði að starfa með World Ventures fyrir tæpum 2 árum, þá voru ca. 5.000 nýjir meðlimir að ganga til liðs við World Ventures á mánuði í öllum heiminum. En sú tala ca. 40.000 nýjir markaðsaðilar á mánuði í heiminum í dag. Þannig að hafðu eftir mér, World Ventures á eftir að verða þekkt nafnin á öllum heimilum landsins. World Ventures á eftir að verða $milljarða fyrirtæki og allir í þínu lífi, fjölskylda, vinir, samstarfsaðilar, skólafélagar munu heyra World Ventures. Það talsvert af fólki í þínu lífi sem þú þekkir sem mun ganga til liðs við World Ventures. Og treystu mér því að segi að vinir þínir munu ganga í teymið hjá einhverjum. Ef þú hringir ekki í þú fyrst, þá mun einhver annar gera það. Þetta einfaldlega kapphlaup núna að fara út og ná í einn stóra markaðshlutdeild og hægt Þannig að mitt ráð til þín stundaðu vinnuna þína frá 9 til 5 til að borga reikningana þína og stundaðu viðskiptin frá 5 til 10 til að byggja draumana þína. Því að þú byggir ekki þína eigin drauma, þá mun engin annar gera það. Þetta fyrirtæki mun gera þér kleift að hafa meiri skemmtun en þú hefur upplifað áður, meira frelsi heldur þú hefur upplifað áður og hjálpa þér og þínum að skapa lífstíl byggðan á tíma og fjárhagslegu frelsi, gefandi þér tækifæri að búa til endalausa minningar og lifa lífinu á þínum forsendum. Þannig að þetta þín forgangsröð frá og með núna. Einfaldlega farðu út og sýndu þínum topp 20 á næstu 10 dögum og skráðu þína fyrstu 6 meðlimi. Og ef þú gerir það ekki í guðanabænum, áttaðu þig þá á að einhver annar mun gera það. Þannig að ég hlakka til að hitta þig í eigin persónu á næsta viðburði, nú í næstu draumaferð eða einhver staðar á ströndum heimsins. Og ég hlakka til að sjá þig ná árangri með World Ventures. Gangi þér vel.